Við erum komið hér inn á steinasafn Auðuns á Djúpavogi. Hann hérna hjá mér og þú ert búinn að stunda þetta í 33 ár? Ég búinn að safna steinum í 33 ár. Já. Og steinarnir, þetta allt týnt hérna í kringum Djúpavog. Hvernig byrjaði ævintýrið? Þetta byrjaði nú því að við vorum á hreindýraveiðum og þá fór maður að sjá svona einn og einn stein. Við eltum hreindýrin, þau fór alltaf harra og þá fór maður að sjá þetta. Já. Svo fór maður að skoða þetta nokkrum árum seinna. Já. Tókstu þá alltaf með þér? Einn og einn, bara lítinn. Hver er fyrsti steinin? Fyrsti steinin það er þessi hérna. Og hvað var það við hann sem heillaði þig? Mér fannst það bara svo öðruvísi en aðrir steinar. Já. 2004 þá sögum við henni sundur. Já. Og þá birtist þetta? Já. Og hvaða steinn er þetta? Þetta er ópal og agat hérna í kringum hann. Og hvað er hérna í? Þetta er bara einhver lítill rauður blettur. Er hann merkilegur fyrir þig vegna þess að þetta er fyrsti? Þetta er fyrsti. Já. Og það hratt af stað í raun og veru þessu safni og þetta er bara brot af því sem þú hefur fundið? Já, mjög mikið, óunnið. Já. Segðu mér nokkra fleiri hérna. Fyrst þegar maður byrjaði að sjá því, þá vissi maður ekkert stundum hvað maður átti að hirða. Nei, hér er hola inn. Já, sagaði ég þennan í sundur. Og þá birtist hvað? Eins og sé fuglinn. Já. Þetta er agat og kalsitón. Já. Slípa steinin á pönnu í 10 daga. Já. Og þá nærðu þessu slíta? Já, þá kemur þessi glansi og endar hann svo í pólisýringu. En hvenær veit maður hvenær maður á að hætta að slípa? Já, þú fylgist bara með því. Já. Já, hér eru nú fleiri. Hérna fann ég svona hálfgerða bolta. Hérna sá ég alltaf eitthvað. Já. En hvarlaði nú ekki að mér, hann fullur af bergkristall. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Hvaða orka er í svona bergkristall? Já, það er mikil orka í bergkristall. Já. Já, það er mikil orka. Sumir finna svo mikil orku hérna inni, þeir geta nú ekki verið hérna. Nei. Þessi er svo mikil orka hérna inni. En þetta sé allt hérðan í kringum Djúpavog? Já, þetta er allt saman. Merkilegt. Þessi kemur undan jökli hérna inn frá. Já. Það tók 4 klukkutíma að saga þennan stein. Af hverju? Jökullinn, hann er búinn að pressa, hann er búinn að liggja á honum í 1000 ára. Steinninn er svo harður. Já. Ópal. Hvað er þetta við steinar sem heilla maður svona? Nei. Veistu það? Nei. Er það ekki? Nei. En allir þessi litir hérna? Þetta er jaspis. Sjáu þið, þá er svo margir litir í honum. Já. Þannig fann ég eins og alveg upp á einum tindi. Þá leit hann svona út. Já. Ég tók hann bara einhverjum fíflagangi. Já. Það var svona á henni. Sjáu þessa liti. Og þessi með bleiku. Já, svo erfitt með að trúa því að þetta sé bara Jaspis er svo marglita. Já. Sjáu þið þennan. Hann var bara svona hella einhvern veginn, eða hvað? Já. Já. Þetta er svona smá mosaagat heitir þetta. Já. Þykir þetta svo líkt gróðri. Já. En þú ert með einn alveg ofboðslega stóran. Þú sagði mér þetta verið stærsti steinn. Já. Viltu sýna mér það? Hann er hérna. Það er þessi steinn. Já, þetta er bara helmingurinn á hann. Já, og hinn er þarna. Hvað var það? Þú hefur nú ekki haldið á þessu. Nei. Þegar ég finn steinin, þá stendur það svo 20 cm endi upp úr jörðinni. Já. Ég fæ með stein, ég gref hann upp með steini. Já. Ég var 8 klukkutíma að grafa hann upp. Hvað ertu að segja? Og hvað áttur, af hverju heillaði þessi steinn? Hvað var það? Hann er brotinn í endan. Ég sé smá kristall hérna í endanum á hann. Já. Og hvernig fórstu með það? Þegar ég er búinn að sjá hvað steinninn er stór, þá fer ég heim og segi bróður minn hvað ég hef fundið. Já. Við vorum búin að gera okkur svona lítinn sleða og trefjaplastloki ef við myndum einhvern tíma að finna stóran stein. Já. Svo förum við með lokið upp eftir. Svo þegar hann sér steinin í hólunni þá segir hann við mig við skulum bara moka yfir hann aftur, við komum þessu aldrei niður. Nei. En við komum hann upp á lokið, við dróum hann á höndunum í 3 daga.
Og inn í honum leynist þetta. Þetta agat hérna, kjarninn utan á honum. Já. Svo kemur hérna bara bergkristall og hérna kemur aftur agat og hérna kemur smá silfurberg. Já. Þetta stærsti set sem fundist hefur í Íslandi af þessari tegund. Það rosa gaman að fá jarðfræðinga hér. Já, segðu mér. Þeir vita allt þetta og hvernig þetta var til og svona. Já. Þetta bara holufylling. Þetta holufylling? Þetta líka holufylling, sjáum við. Hvað áttu við með því? Þá verður bara þetta til inn í holu. Já. Þetta eldgos og allskyns efni og svo. En hvaða steinn þetta hér? Ég fann þennan bara eins og hann Já, svona opinn í endan? Já. Mér finnst það bara svo fallegur svona, hann væri agalega fallegur að maður myndi saga hann hérna og slípa hann. Hann smá hellir í honum hinum megin. Jæja. Hann núna næstu 40 kíló. En þú, já. Sjáum við. Já. Hvaða steinn þetta? Þetta bara kristall og agat, bergkristall. Hér aldeilis hægt að gleyma sér á þessu safni. Þú ert nýkomin inn hér, það ekki? Þetta ekki gamla Landsbankahúsið? Jó, ég keypti þetta í apríl í fyrra. Já, það sýnir ykkur þennan. Hérna sé ég eitthvað. Nú saga ég henni sundur. Uss. Ég er að fá jarðfræðinga alls staðar á heiminu, þeir ekki til orði verið hennar stein. Þetta ópal og agat. Mjög sjaldgæft að þessar steintegundir blandist saman, mér sagt. Já. Sjáum við þennan? Já, það Já. Dálítið merkilegt með hennar stein, það geislast einn inn í honum. Já, það? Já, það þetta. Já. Nú skortir mann bara þekking. Og kalsedón. Já, kalsedón. Þessi svolítið skondi, ég fann þennan í fjöru. Já. Saga ég henni sundur. Já. Þá veist, fólki þetta svo bjarnakló. Þetta það? Já. En sko tilfinningin þegar þú ert búin að saga í sundur og þegar þú sérð eitthvað svona, hvernig hún? Hún góð. Ég fer alveg hlaðin okkur við hann. Það ekki? Jú, ekki spurning. Takk fyrir að sjá okkur þetta. Ég sem bara allir sem koma til að vera. Það nokkuð ljóst.